Dísi Guði. Ég ætla að halda áfram með það sem ég talaði hérna síðast. Ég var að tala vakningu og þemað í kvöld, í dag reyndar, það ennþá dagur. Ég leiti þetta vegginn, það var svo dimmur allt inn, það fannst bara að vera að koma í kvöld. En hérna, þemað í dag er 11:11, tími vakningar. Það settur tími hjá Guði fyrir vakningu í dag. En við þurfum að undirbúa hjört okkar fyrir því sem að Guð ætlar að gera. Hann getur ekki gert það sem hann vill gera nema að við sem undirbúum fyrir það. Vegna þess að vakningin, hún á alltaf sér stað fyrst og fremst í hjart okkar. Og bara þegar við frelsumst, þá tókum við Jesú Kristi inn í hjart okkar. Það ekki? Og það bara eins og þegar Ísraelsmenn voru í Egyptalandi að Guð kallaði það út úr Egyptalandi. Og hann leysti það út með gulli, silfri og alls konar gjöfum. Þeir fóru að vopna sér út. Þetta mynd af frelsisverkinu. Og það var eldur og ský sem að fylgdi þeim, sem myndi upp á heila landa. Og þeir fóru ekki inn á Rauðahafi og tóku niðurdýrðingarskírnina þar. Og svo fóru þeir eyðimörkugönguna og inn í Kanaansland. Halleluja. En í dag kirkjan Guðs svolítið meira eins og þegar Ísraelsmenn voru herleiddir til Babylon vegna óhlýðni og Guð vill leysa okkur þaðan út í dag. Þannig að hvað gerist þarna? Ég talaði það að það eru 4 lyklavakningar í öðru Konungabók, 7. kafla og 14. versi. Það eru 4 lyklar. Það eru að auðmýkja sig, það eru að biðja, það eru að leita hans auglýtis og snúa sig frá sínum vondum vegum. Og þetta það sem þeir gerðu þegar þeir komu út af Babylon, að þeir auðmýktu sig. Og auðmýkt, hún hefur alltaf með föstu að gera. Þannig að Guð að kalla fólk sitt inn í það að fasta og biðja, til þess að leysa fram þessa vakningu. Við höfðum bænavikuvakt. Núna bara, ég man ekki alveg, kannski 2-3 vikur síðan eitthvað slags, á cirka. Og ég tók vakt frá 11 til 1 á hverjum degi og ég þurfti bara að pína mér þetta. Ég vildi bara vera heima, ég var þannig. Ég bara hreinskilur ykkur. Og ég þurfti alveg bara að pína mér þetta. Já, ég tók stundum 11 líka, minnum allan, 11 til 1. Og ég þurfti alveg að pína mér þetta, en launin komu alveg bara svona í restina. Og Guð tala alveg helling til mín þarna. Og það meðal annars sem ég sá var það að rosalega þung byrði yfir kirkjunni á Íslandi. Það ekki að tala einstaka söfnuð, heldur kirkjunni á Íslandi, almennt talað, sem eru við. Og bara rosalega þung byrði og ég fann að þessara byrði þyrfti að lyfta. Og með því að biðja. Það svo fáir sem hafa beðið í gegnum tíðina að einhverju viti. Það hefur hvílt að fáum. Guð vill að við förum öll undir þessa byrði að lyfta henni upp. Og þetta hefur mér svona svefnanda að gera líka, að bara vera í þægjendunum og vera bara hálfsofandi, svona á vissan hátt, andlega að tala. Þannig að vakning þýðir það að Guð vill endurlífga okkur. Vakning það að hann vill endurlífga okkur. Hann vill bara gefa okkur líf og ný. Bara alveg svo hann endurreisti allt þegar Ísraelsmenn komu út úr Babylon. Babylon þýðir ruglingur. Og það svona ákveður ruglingur í gangi í dag í heiminum. Enginn veit hvernig hann á að vera, almennilega. En Guð veit hvernig við eigum að vera. Hann vil skapa og móta Krist innan með okkur. Og eins og Páll postuli hann bað að Kristur myndi mótast innan með okkur. Og þetta þurfum við að gera. Við þurfum að fara meir inn í bænina, við þurfum að auðmýkja okkur til þess að Kristur mótist meir inn í okkur. Og vilji Guðs föðurs að kunngjöra nafn sitt. Hann talaði fyrir í gegnum spámennina, þess vegna ég að vitna þegar við komum út úr Babylon. En núna talar hann til okkur í syni sínum. Og hann vil opinbera nafn sitt meira meðal okkar. Og það sem að Drottinn sýndi okkur á síðasta tug hann að framkvæma núna, á þessu tug. Það ég að tala frá árinu 2010 til 2020, þá var hann að sýna okkur hvað hann myndi gera
núna, frá 2020 til 2030. Og það meðal annars sem að Guð sýndi mér þar og bara Kolla líka, er það að vatningin myndi vera eins og í Esekíel 47, 4 fljót sem myndi renna fram. Fyrst í ökla, síðan hné, lend og upp fyrir höfuð. Og þetta ekki fljót til að standa, þetta fljót nafnsins. Og við höfum séð eitt og sér kannski vakningu í andanum, við höfum séð vakningu í orðinu, en endatíma vakningi verið bland af báðu. Vegna þess að fljótin þau komu undan frá móti austri, undan suðurhliðinni þar sem að ljósastikan staðsett. Og þetta hefur með, líka musturinu. Bæði tjaldbúin á musturinu. Þannig að ljósastikan hefur með opinbera orð Guðs að gera. Og það þarf að vera olía á ljósastikunni til þess að hún lýsi. Og þegar við komum til Krist, þá ljósastikan bara fallin. Þegar við tökum við Jesú Kristi, þá reisist hún upp. En síðan þurfum við að fá olíu og elda á ljósastikuna. Það er ekki nóg að hafa orðið eitt og sér. Það er ekki nóg bara að hafa ljósastikuna. Ruglingur stafur út frá því, það skortur á skilningi. Það skortur á þekkingu á orði Guðs. Það skortur á því hvaða tíma við erum að lifa á. Hverjir hafa séð 11 rosa mikið í hvernig tíðina nú undanfari? Já. Það er bara 1, þetta fyrir 4 fljót drottins. Hann að vekja upp. Og 11 + 11 eru 22 og Kolbeinn hefur að kenna við ljósastikuna, það ljósastikan. Þannig við þurfum orð Guðs og við þurfum líka olíu á ljósastikuna. Við erum þetta meginum 10. 5 voru fávísar og 5 voru vísar. Þar höfðu allar olíu. En þessar fávísu þeim skorti auka olíu. Og núna tími til þess að safna þessar auka olíu. Það sést ná til þess að velja núna í dag. Bara alveg Ísraelsmenn þegar komu út Babylon, þá var sést ná fyrir þá til þess að velja upp á nýtt. Þeir byrjuðu að reisa altari. Hvernig var það? Þeir auðmýttu sig. Þeir báðu. Þeir leitaðu að sauldis og þeir sneru sig frá sínum vondu vögum. Þeir iðruðu synda sinna. Og þeir líka iðruðust fyrir fólkið. Og þetta tengdist 4 fljótunum. Sibba var að tala um það að hreinsast af skömm og synd ef ég man rétt á síðustu sunnudag. Fyrsta fljótið hefur með það að gera, hann hreinsar burt syndina og hann hreinsar burt skömmina. Og þetta byrja rosalega lítið, bara í öklan. Þegar við beygjum okkur, auðmýkjum okkur, þá byrjar þetta fljótan að renna. Og það hreinsar skömmin og sektarkenndin í burtu. Og, halleluja, Jesús, þakka þér drotti. Þakka þér, Jesús, halleluja. Munið eftir þegar Jóhannes skírari, þegar hann hitti Jesú, þá sagði hann við hann, þegar Jesús bað að skýra sig, þá sagði við hann, ég ekki verður að leysa skóþveng þinn og ég ekki heldur verður að bera skóna þína, stendur annars staðar. Og þetta hefur með fúsleikans að gera. Við fáum fúsleika þarna. Kannski ertu ekki með neitt fúsleika til þess að gera vilja Guðs. Kannski langar að gera allt annað. En þú bara beygir þig niður og segir Guði frá því að þetta svona, að þá breytist það. Við þurfum að fara hérna og biðja okkur að breyta þessu. Þá byrjar þessi fljót að renna. Og þetta byrjar smátt. Það byrjar allt smátt í Guðsríkinu. Þetta byrjar með því að auðmýkja sig. Þetta byrjar með því að biðja. Og það byrjar smátt. Og það er rosalega mikilvægt í dag að bregðast við því sem andi Guðs að gera. Þó þið finnist að vera óþægilegt. Og við viljum ofta að það bara gerist, bara Guð bara koma með þetta og bara gera þetta svona bara. Vitið það? Hann er búinn að því. Hann er búinn að því. Hann gerði það með frelsisverki sínu á krossinum. En nú er okkar að sækja í það að fá þessa litlu mola á hverjum degi. Og það sem að Guð hefur sýnt kannski mér í gegnum 11 ár núna er komið tíminn til þess að tala út þess að Guð vill leysa vakning á möguleika. Hann vill koma með þetta hróp að við vöknum upp. Og hann ætlar að nota ekki bara mig, heldur ykkur líka. Öll við sem að leyfum Guði að vekja okkur upp, við erum kallað að vekja fleiri upp.
Halleluja. Með því að bregðast við það sem andi Guðs að gera í lífum okkar. Halleluja. Þakka fyrir það, Jesús. Þakka þér, drottinn Jesús. Síkanana mahæja, drottinn. Næsta fljót, það fer í hné. Og það hefur líka með bænin að gera. Eins og þarna fyrsta auðmyggisið það var öklin. Síðan það bænin, þannig að bænin líka. Og þar fáum við þetta að í staðinn fyrir að vera óverðug, að þá fáum við að verðuleika. Við finnum okkur verðug að gera vilja Guðs. Hann gefur okkur allt í þetta. Og næsta fljót, það fór í lend og það hefur með tilbeiðslega and og sannleika að gera og það hefur með ljósastikun að gera. Að ekki vera bara með lampan, bara orðið, heldur vera með olíu á lampan, þannig að það lýsi. Og fjórða fljótið, það hefur með dýrdrottins sem að kemur niður þegar við tilbjóðum að lenda á sannleika. Og það er það sem drottinn vil gera. Þegar ég fann þessa byrði sem að þyrfti að lyfta upp, þá sá ég svona dökkt ský yfir kirkjunni og það var samt alveg ljós inn í kirkjunni en það var svona rosalega dimmt ský yfir. Og ég spurði drottinn að því, hvað er þetta? Er þetta svefnandi? Hvað er þetta? Er þetta einhver ilska? Og þá bara talaði drottinn til mér, nei, þetta er dýrðarský mitt, það er hulið myrkri. Ég vil opinbera mína dýrð á meðalegar, en ég þarf að fá mitt fólk til þess að auðmýkja sig fyrst. Þannig að Guð er að kalla okkur inn í föstu bæn, hann er að kalla okkur til þess að tilbeiða sig and og sannleika og hann vil leysa þessa dýrðar meðal okkar. Ég ætla að fara aðeins inn í Sakaría 3. kafla. Það er svo með vatnar. Ég veit ekki hvað ég lesa, en ég ætla að lesa það bara. 3. kafla frá vers 1. Þetta er Jósúa prestur sem ég að fara að lesa og þegar hann kom út í Babylon, þá sjáum við ástandið á honum. En þegar þeir gerðu iðrun, þá breyttist ástandið. Því næst lét hann sem við sjá Jósúa prest, þar sem hann stóð fram fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Drottinn mælti til Satans, drottinn ávíti þig, Satan. Drottinn sem útvalið hefur Jerúsalem ávíti þig. Er ekki þessi eins og brandur og báli dreginn? Jósúa var í óhreinum klæðum, þar sem hann stóð fram fyrir englinum, þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra, stóðu fram fyrir honum, færi hann úr honum óhreinum klæðum, síðan sagði hann við hann, sjá ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúð klæði. Ennfremur sagði hann, láti hreinan ennistúk höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennistúk höfuð hans og færðu hann í klæðin, en enginn drottinn stóð hjá og enginn drottinn vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottinn allsherjar, ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðorð mín, þá skalt þú óstjórna húsi mínu og gæta borgara minna og heimila þér að ganga með þessa þjóna minna. Heyr Jósúa prestur, þú og félagar þínir, sem sitja frammi fyrir þér, eru fyrirboð þess að ég læt þjón minn kvist koma. Þetta er Jesús Kristur. Þeir sjá steinin sem ég hef lagt frammi fyrir Jósúa, sjá augu á einu steini. Sjá ég grefa á letur hans, segir drottinn allsherjar, og teka á einu degi burt misgjörð þessa lands. Á þeim degi segir drottinn allsherjar munu þeir bjóða hver öðrum undir víntré og fíkjutré. Þannig við sjáum að Jósúa kemur hérna í óhreinum klæðum út í Babylon. Hann var í óhreinum klæðum og Satan stóð og ávítaði hann. Hann var ákæran. Og það er ekki þar með Satan þó hann hafi verið í óhreinum klæðum að hann hafi verið í ósýri. En hann var kominn herleiðingu. Þeir höfðu ekki musteri og það var bara allt í niðurníðslu. En þeir gerðu auðmýkt. Þeir reistu altari og gerðu auðmýkt sig fram með Guði og báðu. Þeir játuðu sína syndir og þetta er bara mynd þess að drottinn hann kom og færði hann úr óhreinum klæðunum og gaf hann ný klæði, dýrðar klæði. Og við lesum í annarri Mósebók, 28. kafla, versi 2, ef maður rétt, að þá er talað skrúðklæði æðstaprestsins og bara vel að minnst, Kolbeinn er að fara að tala þetta á sunnudaginn klæði æðstaprestsins, þannig ég hveti, eða miðvikudaginn, já. Þannig hveti ykkur til að koma að hlýða það. Og þar stendur að klæðin, þau voru til dýrðar
og fegurðar. Það svona aðeins öðruvísi orðað í íslensku. Prýði. Ég man ekki alveg hvernig það var. En það hefur allan með dýri Guðs að gera og það hefur með fegurð Guðs að gera. Þetta tvær dýrðir, það að segja kapódýrðin og síðan einingadýrðin. Þannig að við þurfum að koma saman í einingu og mynda Jesú Krist, fá Jesú Krist þess að myndast meira á meðal okkar, fæða fram í bæninni, fæða fram í föstunni, þannig að hann opinberist meira á meðal okkar. Þannig að þessi einingadýr fegurinnar, hún opinberist meira á meðal okkar og hún hefur með náð og sannleika að gera, þessi einingadýr. Hann bjóð með okkur fullur náðar og sannleika og hann býr innra með okkur fullur náðar og sannleika og fyllingin verður bara eins og við viljum leyfum að verða. Hversu mikið? Halleluja, Jesús. Þakka þér, Drottinn Jesús. Heilagur Jesús. Já, Drottinn minn Jesús, ég bara bið fyrir þessu orði í dag, Drottinn Guð. Ég bið bara, Drottinn Guð, að þú megir virkilega vekja okkur upp, Drottinn Guð, að bara eins og þegar hrópi hvað við að minna til, Drottinn Guð, að þú verður að koma, Drottinn minn Jesús. Að eins í dag ert þú að hrópa vegna þess að þú ert að koma, Drottinn minn Jesús. En þú vilt undirbúa okkur, Drottinn Guð, fyrir það að vera tilbúin þegar þú kemur, Drottinn Guð. Og ég þakka fyrir það að þú hefur sérstaka olíu fyrir okkur í dag, Drottinn minn Jesús. Til þess að glæða eld heilags andra innra með okkur, til þess að glæða ljós ofurberðan innra með okkur, til þess að vekja hlýðni við trúna, Drottinn minn Jesús. Ég þakka fyrir að þú hefur heilan anda og þú lætur úthellingu heilags anda koma, Drottinn Guð, vegna þú vilt vekja hlýðni við trú þína, Jesús, trúna. Halleluja, Drottinn minn Jesús. Ég þakka fyrir það. Amen.